Gummi, hvernig eru bara tilfinningar eftir sigur á Dalvík? Gerast ekki sætari en þetta sigurinn. 1-0, einu færri, clean sheet. Bara erfitt alltaf að koma út á land og eiga við þessi lið og já, bara strákarnir stóðu sig mjög vel í dag, góð barátta. Hversu öflugt er að vinna þetta eftir að hafa verið 40 mínútur manna færi? Bara helviti sætt sko. Þeir hafa sýnt undanfönduleikjum að þeir kunna verja sko. Það vantar svona aðeins upp á flæði í sóknarleiknum. Við fengum ágætis færi í dag. En þú veist, þetta var bara svona típiskur 1-0 leikur, barningur og þeir lágu á okkur undir lokinn og strákarnir þessir hafsendar þeir elska að verjast. Hvernig er að vera komin aftur í Víkingstreyjuna? Það er alltaf ljúft sko. Þú veist, bara fólkið mitt og þú veist, ræturnar eru þannig og byrjaði mitt á minni fyrstu fótboltaæfingu fyrir 30 árum síðan í Ólafsvík, þannig að þetta er svona ágætis saga in the making sko. Talaður að þið hafa fengið ágætisfæri, þú fyrst eitt dauðafæri, hvað klikkaði þar? Bara langt síðan að maður hefur komist í svona færi, völlurinn þurr aðeins skoppið, það skoppaði ekki alveg nógu vel fyrir mig til að ná að stýra honum, en þú veist, svo kemur bara næsta færi og þá er hann inni. Þessar mínútur sem þú ert utanvallar, hvernig er að fylgjast með þessu og fyrst er þetta stressandi? Já, þetta er stressandi en líka ógeðslega gaman. Maður hefur aðeins verið að þjálfa núna síðustu ár og maður lifir sig aðeins inn í þjálfarhlutverki og maður færi svona aðeins að öskra. Maður verður samt að passa sig að taka ekki fyrir hendurnar á þjálfaranum. Fékkstu eitthvað augnaráð við það? Nei, ég bara, maður er í þessu af tilfinningum og stundum er bara erfitt að hemma þær og maður reynir að gera gagn utanvallar. Hvernig upplifir þetta sigurmark hjá ykkur? Bara ótrúlega vel gert. Þetta var það sem við þurftum að gera í þessari stöðu. Einu færri, þú veist, stundum þarf að fara langt og þá er must að kantararnir og þeir sem eru fyrir neðan strækjarinn sé að pikka upp seinni boltana og Lúis gerði það bara mjög vel og bara mjög vel klárað hjá miðjumanni sem ég hef ekki séð skora mörg. Bara aðeins út í þið persónulega, af hverju ertu komin í Ólafsvík aftur? Bara var ekki að fá mínútur í Njarðvík, ætlaði mér hluti með Njarðvík en stundum með fótbolti bara þannig að þetta þarf að fatta líka fyrir þig og það var ekki að gera það. Svo sem kom, eins og Davíð var búinn að tala kom aðeins seint inn í þetta og þú veist, komst einhvern veginn aldrei í það stand sem ég vildi komast í og svo opna glugginn og ég tókna framan í læri bara rétt fyrir rétt gluggaopnun og er bara að reyna að koma mér aftur á stað og tók 20 mínútur meira enn í síðustu viku, verkjalaus. Þannig að þú veist, það er langt síðan að maður hefur spilað fótbolta og það er munur á að vera í standi og spilstandi sko. Er augljóst núna markmiðið, þið ætlið bara að stefna á topp 2? Já og nei. Ég meina, Víkingur Ólafsvík hefur alltaf verið þannig að þeir vilja challenge það að fara upp. Kannski búið að vera svona smá látiði í sig hjá þeim en núna er bara kannski ekkert yfirlíkt markmið að fara upp en allan að vera í séns þegar það eru 3-4 leikir eftir og gera þetta kannski skemmtilegt í lokin. Og vel fagnaðinni klefa, gaman að fagna sigri? Já, mjög gaman og skrítið að vera svona langelstur í liðinu og maður veit ekki alveg hvernig en þú veist, maður er alltaf ungur í anda sko, þannig að maður sleppur þessi beislu. Takk fyrir það, Gummi. Takk.